Nú ætlum við að finna hvernig við getum fundið dreifisvið út frá bilskiptri tíðnitöflu. Og það sem við skulum gera er að finna blaðið sem við vorum búin að búa til áður sem heitir miðja út frá tíðnitöflu. Og hér er þessi bilskipta tíðnitöfla sem við vorum búin að búa til. Og ég er sem að byrja því bara að velja allt þetta hér, allan þennan hluta. Alla dálkana sem við vorum búin að búa til með meðaltalin okkar. Gerum bara copy, búum til nýtt blað og lífum það hér, svona. Og við skulum endurskýra blaðið og kalla það bara dreifing út frá tíðnitöflu. Og hér erum við semst með þessa tíðnitöflu hérna. Við þurfum ekki að nota safntíðnina eða þessa athugasemd miðgildið. Þannig ég er sem bara velja þessa tvo dálka og ýta delete á lyklaborðinu. Zooma þetta aðeins inn. En við þurfum að bæta við nokkrum dálkum og fekta aðeins í þessu. Þannig ég er sem að taka líka meðaltalið og færa það bara hérna hingað. Svo við getum stækkað þessa töflu aðeins til hægri. En það sem við ætluðum að gera var að finna dreifisvið. Og það eru nokkrar leiðir til að gera það. Það er allavega 2 leiðir. Ef ég hugsa leið 1, þá er hún þannig að við skoðum miðpunktinn á stærsta bilinu og miðpunktinn á minnsta bilinu og finnum mismun á þeim tveimur. Það gerir jafnt og við ætlum að smella á síðasta miðpunktinn, mínus og smella á fyrsta miðpunktinn og ýta enter. Þannig að þá fáum við að dreifisvið hérna er 15. Þannig að mismun á 13 og 28. Leið 2, hún byggist á því að í staðinn fyrir að horfa á miðpunkt og miðpunkt, þá ætlum við að horfa á lægsta mögulega gildi í fyrsta bilinu og stærsta mögulega gildi í síðasta bilinu. Þannig þá svona stækkar aðeins dreifisviðið. Og ef við horfum á þessa töflu, sjáum að fyrsta bilið byrjar hérna í 11 og síðasta bilið endar á 30. Og þá getum við hugsað okkur, ok, ef þessi breyta er strjál, ef þetta er kannski bara verið að telja út úr breytu sem hefur bara heilartölur, þá gætum við fundið bara munin á 11 og 30. Það er samt yfirleitt ekki það sem er í gangi, heldur erum við yfirleitt að nota bilskipta tíðnitöflu fyrir samfelldabreytur. Þannig að við myndum frekar setja hérna raunveruleg neðri mörk á fyrsta bilinu. Og þá verðum við að hugsa okkur, ef við höldum áfram með þetta sama munstur, eins og er hérna, við höfum 11 til 15, 16 til 20, næsta bil á undan hefði þurft að vera 6 til 10. Þannig að raunveruleg neðri mörk á fyrsta bilinu er þá 10,5 og raunveruleg efri mörk á síðasta bilinu væri vantilega 30,5. Við erum að gera hérna bara 30,5 mínus 10,5. Semst raunveruleg efri mörk á síðasta bilinu mínus raunveruleg neðri mörk á fyrsta bilinu. Og þá fáum við 20. Og þessar 2 leiðir eru sjálfsög báðar réttar. Það er að færa rök fyrir þeim báðum. Og það gefa mismunandi niðurstöður og þessar mismunandi niðurstöður má rekja til þess að það munar heilu bili samtals. Við erum að stækka hálft bil hvorum megin. Þannig að við ætlum að setja þetta athugasemd til hliðina. Ef við fáum leið 1 þá er það miðpunktur hæsta bils mínus miðpunktur lægsta bil. Og leið 2, efra mark hæsta bils mínus
neðra mark lægsta bils. Hér erum við að nota sams konar efri mörk og neðri mörk eins og við vorum að nota þegar við reiknuðum miðgildi.